Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég ætla ekki að tjá mig neitt þetta gervikerfi og það allt saman, því ég ekki alveg búin að vinda með skoðun, en mér finnst mjög áhugavert að hlusta á ykkur öll. Það sem ég langaði aðeins að kommenta á, mér finnst frábært sem Ómar sagði og ég vil eiginlega bara við ákveðum hérna inn að hætta að tala þrígreiningu valds. Það mjög takmarkandi hugsunarháttur og gefur mjög skakka mynd af því sem við erum hérna að díla við í okkar vinnu, vegna þess að þetta ekkert neinn þrígreining lengur. Það eru fullt af öðrum þáttum eins og Ómar taldi vel upp og ég held að þetta takmarki hugsun okkar á mjög svona skaðlegan hátt að tala alltaf þessa þrígreiningu. Það ágætt að deila öllu valdi eins vel og hægt en það eru sannlega ekki bara 3 þættir í því. Ég ætla aðeins bara að fá að fara svona létt yfir nokkrar örfáar athugasemdir og ég þakka nefndinni fyrir tillögurnar. Það í fyrsta lagi þá í sambandi við 8. grein, það sem fjallað þetta fjölskipaða stjórnvald sem ég vera frábært og mjög til bóta. Mjög sniðugt að láta fleiri mannsheila koma hverri ákvörðunum hægt og það sem mér finnst kannski aðeins óheppilegt við orðalagið að bóki ráðherra andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar ber hann ekki ábyrgð á henni. Þetta eitthvað óþægilegt, mér finnst þetta að sé hvetjandi til einhvers konar svona að skjóta sér undan. Það væri betra að orða þetta einhvern veginn þannig að að ekki þannig að þetta verði beinlínis hvetjandi. Já, ég bóka nú bara andmæli hér og þá ber ég ekki ábyrgð. Frekar að reyna að ýta í átt að einhvers konar konsensus og það sé þar sem gulrótin hangi að einhvern veginn það sé betra að vera saman og standa saman að ákvörðunum heldur en að skrifa beinlínis einhvers staðar að einhver ber ekki ábyrgð á einhverjum. Mér finnst það bara óþægilegt. Það alltaf ábyrgð og það líka ábyrgð sem felst í því að vera í andstöðu. Þá ertu ekki að leggja eins mikið og mögulega getur kannski í það að komast að sameiginlegri ákvörðun og þetta gæti valdið svona einhvers konar svona tendency í svona shortcut. Já, ég bara bóka þá andstöðu, ég bóka bara andstöðu og fólk bara hlaup út fyrsta tækifæri. Þannig að ég bara lýsi eftir því, ég veit nú ekki hvernig væri best að orða það, en að þetta sé gert með einhvers konar uppbyggilegum hætti, þannig að það sé frekar reynt að hvetja í textanum til samstöðu. Akkúrat á þeim forsendum sem að Þórhildur nefndi hérna áðan, við reynum að búa til svona samvinnu eðli í okkar stjórnarskrá frekar en einhver svona keppnis, hver hefur rétt fyrir sér, já. 9. grein bráðabirgðalögin, þið takið það út, já. Eru þið búin að halda svona öflugan hugaflugsfund möguleg scenaríó þar sem að Alþingi væri ófært að setja lög sem væri þá kannski mjög mikilvæg fyrir þjóðina. Vegna þess að nú getur ráðherra ekki lengur mælt fyrir frumvörp og þetta algjörlega bara í höndum Alþingis ef ég skil ykkur rétt og það engin varnagli þá eða hvað? Ef það þarf eða kemur einhver rosaleg stríðsástand eða eitthvað og eða Alþingi bara hreinlega ófært einhvern veginn út af einhverjum furðulegum aðstæðum til að ná saman einhver mál sem þó eru mjög brýn, þá finnst mér eins og það þyrfti að vera einhver möguleiki en ég bara spyr og hef ekki frekari lausnir þar en svona, mér finnst óþægilegt þegar jafn mikilvægt vald og löggjafarvald algjörlega falið einum aðila þó að þann sé fjölskipaður án þess að það sé búið til nokkurs konar vendill í svona in the case of emergency, sem maður segir. Í 10. grein þá náttúrulega frábært að Alþingi ekki að hafa það verkefni á höndum að kæra fyrir embættisbrot ráðherra. Það svolítið óþægilegt finnst mér líka orðalagið á þessari grein. Í fyrsta lagi finnst mér embættisbrot ekki ná nægilega vel utan athafnir og athafnaleysi sem þó ætti að vera samkvæmt þessna tekið undir hugmynd Þorkels um að reyna að vísa í hina greinina það sem talað þennan útvíkkaða Hæstarétt sé það ætlun ykkar að hann fjall þessi mál af því þar betur orðað þetta með athafnir og athafnaleysi finnst mér og svo finnst mér mjög mikilvægt hvernig þetta orðað með nú náttúrulega hinn mikilvæga meginregla að allir skulu saklausir sektir sönnun það náttúrulega útgangspunkturinn okkar og þetta pínu býður upp á okkar frjálst mat þetta þarna nægileg eða líkleg þar að segja það stendur í greinin ykkar að nefndin skipar saksóknara sem annast rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða rannsóknar sé nægileg eða líkleg til sakfellingar og gefur þá út ákæru. Þarna finnst mér einn maður allt í einu komið með einhvers konar mat. Þetta nægilegt, flott, ákæra. Þetta ekki heppilegt. Í 145. grein sakamálalaga þá þetta orðað öfugt. Þá segir til dæmis ef ákærandi telur að það sem framkemur við rannsókn sé ekki nægilegt eða líklegt, þá lætur hann málið niðurfallar annars heldur hann áfram og fer út í skilur. Þannig að þetta akkurat öfugt orðalag og það mjög mikilvægt að við séum ekki að segja einhver einn maður sem þar að auki samkvæmt ykkar tillögum skipaður mögulega ráðherra geti allt í einu bara ákveðið, já
nægilegt og þannig þetta gríðarlega þung ábyrgð að vera allt í einu búin að draga ráðherra fyrir dóm og það verður einhvern veginn ég fæ áhyggjur af því að það verði einhvers konar keppikefli eiga bandamenn inn í þessari eftirlitsnefnd og hversu margir í henni og svona það er fullt af svona litlum bjöllum sem byrja að hringja en ég skil vel að þið vilji taka þennan kaleg af Alþingi og ég held að það sé rétt hugsun en ég væri bara til í að sko það væri það orðað með mjög ströngum hætti og við girðum fyrir alla mögulega spillinga alveg eins og við erum að reyna að gera alþingismennina einhvern veginn friðhelga í sínum störfum þá megum við heldur ekki hafa neitt ventila sem hægt að koma pólitískum höggum á fólk með svona málum sko og það má ekki vera í höndum of fárra sko svo hérna í sambandi við 12. greinina það sem er hérna talað starfsstjórn mér finnst þetta síðast eins og Pavel bent á svolítið svona einkennilegt þar að segja að ráðherra í starfsstjórn taka aðeins þær ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra ég sammála hugmyndin í prinsipinu að þeir eru ekki að fara að gera einhverja stórfenglega breytingar vitandi að dómsdagur vofir yfir en nauðsynlega til rækslu starfa þeirra getur verið svo vítt þannig að ég myndi að lágmarki leggja til að punkturinn kemur bara eftir nauðsynlegar af því annars getur alltaf sagt já þetta er nauðsynlega til rækslu starfa minna en nauðsynlegar brýnna og svo annars kannski mögulega hægt var að finna eitthvað betra orðalag sem myndi sko útskýra bara nákvæmlega hvað við átt þar segja halda eitthvað menn í horfi þangað til að næsti raunverulega stjórnandi tekur við að taka ekki eitthvað svona stóra meiriháttar ákvarðanir ok mér finnst mjög sniðugt þetta með lögréttu náttúrulega frábært og gott að hún sé skipuð til 5 ára þannig að þetta sé ekki algjörlega samhliða það held ég sé góð pæling og já og hérna hann Illugi gaukaði mig góðri hugmynd með að það kannski svolítið sniðugt í það sem kemur í 4. grein í kafla stjórnsýslu og eftirlit, það síðasta greinin ykkar, að þar sé sagt frekar að þegar sko talað hvern skal skipa, þá stendur velji ráðherra ekki í embættið einn af þeim sem nefndin telur hæfastan. Það var hægt að segja hvert þeirra frekar þarna, bara svona í takt við það sem við erum að gera með að hafa þetta ekki allt og kallagt. Já, svo þessar pælingar með forsetann og það sem ég ætla að leiða mér að setja þess hjá í. En ég langaði bara að lokum að spyrja svolítið í samhengi við lögréttupælinguna. Hafið þið skoðað tillögurnar frá lýðræðisfélaginu Öldu með að möguleika á að framselja einhverja löggjafarvaldi til borgaraþings í sérstökum tilfellum? Þetta bara svona annar svona lagabæti möguleiki sem ég held við ættum að skoða endilega ef við hérna erum á annar borð að reyna að rétta lögin af. Þetta er skemmtilegu möguleiki og ef það er þetta orðan þannig að hann ekki ofnotaður eða neitt slíkt þá fallegt fyrst mér að hægt sé að kalla borgarana að í ákveðnum málum. Annars þakka ég bara kærlega fyrir.